Meðalaldur þeirra sem taka smálán tæp 32 ár og meðallánsfjárhæðin rúma 17.000 krónur. Þetta kemur fram í gögnum sem samtök smálánafyrirtækja hafa tekið saman. Erla Hreinsdóttir. Smálánafyrirtæki 1909 í eigu smálánafyrirtækisins Hraðpenninga og fyrirtækið Smálán í eigu Kredia. Þessi 4 fyrirtæki eru síðan í samtökum smálánafyrirtækja sem nefnast útlán. 5. smálánafyrirtækið á íslenskum markaði, Múla, utan félagsins. Þessi starf sem sögð vera siðlaus, hvað hefur það að segja? Ég held að þetta sé mikill stormur í vatnsglasi, þessi umræða smálánafyrirtæki og hefur verið mjög einhliða. Samkvæmt gögnum sem útlán hefur tekið saman meðallánsfjárhæð smálána 17.300 krónur. Hæsta fyrsta lán sem veittir til viðskiptavina undir 20 ára aldri 10.000 krónur. Meðalaldur viðskiptavina fyrirtækjana rúmt 31 ár. Hlutfall viðskiptavina undir 20 ára aldri tæp 4% og hlutfall þeirra lána sem tekin eru að kvöldi til og að nóttu 9%. Á haustþingi verður lagt fram frumvarp þar sem lagaumgjörð smálánafyrirtæki hert. Og í þeim verið að færa smálán, svo kölluð, undir neytendalánalöggjöfina og það bara vel. Þetta er eitthvað sem fyrirsvarsmenn þessara smálánafyrirtækja hafa í raun óskað eftir síðan 2009, beðið það að skýrari lög eru sett einmitt til þess að koma í veg fyrir þetta umtal sem hefur verið og þessar gróusögur sem starfsemina hafa gilt. Útlán tók einnig saman þau skilyrði sem þarf að uppfylla til að fá smálán. Þú mátt ekki vera á vanskilaskrá, ekki skráður hjá umboðsmanni skuldara, með skráð símanúmer og gilt debetkort og til að hækka lánsheimild þarf að standa í skilum á fyrri lánum og fara aftur í greiðslumat. Það bendir lögmaður útlána á að tæpum 40% þeirra sem sækja smálán hafnað. Lögmaður samtaka smálánafyrirtækja segir að enginn sé neyddur til að taka smálán og að einungis lítill hluti viðskiptavina sé undir 20. 5 fyrirtæki hér á landi bjóða upp á svokölluð smálán. Þau skilyrði sem sett eru fyrir lántöku að einstaklingur sé fjárráða, sé ekki á vanskilaskrá og að fjármál viðkomandi séu ekki til meðferðar hjá umboðsmanni skuldara. Engin skilyrði eru að lántakandi sýni fram á tekjur, líkt og bankar gera þegar viðskiptavinir sækja yfirdráttarheimild. Það náttúrulega sá grundvallar munur á starfsemi þessara fyrirtækja annars vegar og banka hins vegar að bankar að lána peninga annarra. Það að segja þeirra sinna viðskiptavina og meðan smálánafyrirtæki að lána sinn eigin pening. Haukur segir að meðalvanskil hjá þessum fyrirtækjum séu 4% og að tæp 4% viðskiptavina séu undir 20 ára. Meðalaldur þeirra sem taka smálán rúm 31 ár og 40% umsókna hafnað. Gera má ráð fyrir að þeir sem nota sér þjónustu smálánafyrirtækja hafi ekki kosta á öðrum lánum. Ársvextir fyrir smálán nokkur 100% á meðan að yfirdráttarvextir í banka milli 12 og 13%. Það alveg rétt að lántökukostnaður vegna þessara lána hlutfallslega hár en það eru lánsfjárhæðirnar mjög lágar og það má alveg deila það hvort að það sé fjárhagslega skynsamlegt fyrir lántakendur að taka svona lánið ekki og hver verður að hafa sína skoðun á því en þetta bara þjónusta sem þessi fyrirtæki bjóða upp á. Það engin neyddur til að taka þessi lán eða neitt því líkt og þeir sem vilja fá lán á þessum kjörum og vita þau kjör fyrirfram mega gera það og það ekki við neitt að sakast það. En hver þá tilgangurinn með því að vera að veita stórfellda afslætti eða vöxtum eða vaxtalaust við fyrsta lán? Það held ég að heyri nú til einhverja undantekninga að slíkt sé gert.